Hér upptaka komin í gang og við förum í mótorakafla, 19. kafla og við byrjum hérna á því sem við fórum aðeins í gær, þannig að ég tók ekki upp í gær, þannig að við förum aðeins yfir það efni til að sjá hvernig þetta kemur út, hvort ég get farið í þennan ham hérna. Nei, ég get það ekki, svona sjá, þannig að ég þarf bara að fara yfir þetta svona. Hér erum við með sem sagt, svona skorinn mótor, þar sem við sjáum hérna í snúðinn og hvernig hann liggur hérna mjög þétt við sáturjárnið og hér sátrið, þetta eru vindingarnir hérna, sem að mynda hverfisegulsvið mótorsins og knýr mótorinn áfram. Sem sagt hlutverk sátursins að mynda hverfisegulsvið. Það er sem sagt segulsvið sem að snýst í hringi í mótornum og við getum snúið þessu hverfisegulsviði við, sem sagt snúningsáttinni við á mótornum með því að víxla einhverjum tveimur tengingum, víxla fösum. Ok, og við höfum hérna í skólanum skorinn mótor sem að þið getið skoðað og sem sagt sátrið, það leggst svona ofan í nótir og þetta er skipt í ákveðið kerfi, þannig að við erum ýmist með sem sagt 2 pólpara eða 3 eða 4 pólpara mótor eftir því hversu hratt hann á að snúast. Og reyndar þá erum við líka með mótora sem hægt að breyta pólpara fjöldanum í. Við förum í það seinna í kaflanum, þeir eru kallaðir Dalander-mótorar og mótorar með 2 aðskildum vöfum. Þá er það bara eins og 2 sátur í sama mótor, alveg aðskilin. Aðeins samanburður við jafnströmsmótorinn að við sjáum hérna að skammhlaupsmótorinn, hann er skammhleyptur hérna til endana en jafnströmsmótorinn, hann er sem sagt með undinn snúð og straumvendi og kol. Það er mikill munur á þessu. Það er engin kol hérna í skammhlaupsmótornum og sem sagt sverir leiðarar hérna og fáir á milli sem sagt þessara enda á snúðunum. Svo hann hefur það er mjög lítið viðhald á skammhlaupsmótorum en með miklu meira viðhald sem er á jafnströms DC. Þannig að þess vegna eru jafnströmsmótorarnir mjög lítið notaðir sem slíki í dag nema í stærri svona spilkerfum en þá notaðir rafmagnsspilkerfum og stórum krönum eins og eru niður við höfnina, svona gámakrönum. Nú, sem sagt, síðan er hérna farið yfir bara uppbyggingu mótorsins, ég ætla ekki að eyða tími það, en síðan hérna sjáum við hér, þetta er alveg sama tafla og við höfum skoðað áður fyrir rafala, en hérna er fyrir alveg sama tafla fyrir mótora og hér erum við með póldeilingu, póla og pólpör og þetta hérna er náttúrulega á bara við rafalana varðandi vélrænugráðurnar þannig að sé sko, en hérna er aðalega bara að hafa sömu töflu upp á það að sjá sem sagt samfasa snúningshraðinn. Snúningar á mínútu hérna, þetta er samfasa snúningshraðinn, bara gott að hafa hann hérna. Ef við erum með sem sagt 1 pólpar hér, þá er samfasa snúningshraði sem sagt eða það sem að hraðinn sem að hverfisegulsviðið snýst á er 3000 snúningar á mínútu og síðan 1500 snúningar ef að við erum með 2 pólpara og við erum með inn í stofu nokkra svoleiðis mótora og síðan ef að þetta væri 3 pólpur þá er snúningshraðinn 1000 snúningar og svo framvegis hérna 4 pólpara 750. En það seinna sem sagt þá sagði ég hérna áðan að það eru mótorar sem eru kallaðir pólskiptir mótorar, dalandi mótorar eða mótorar með 2 aðskildum vöfum, að þá er hægt að vera með mismunandi sem sagt
mörg pólpör. Tvö mismunandi mörg pólpör venjulegast en reyndar til stærri mótorar sem að hægt að hafa jafnvel fleiri. En við förum ekki neitt sérstaklega í það. En þetta var myndin sem við drógum upp í gær af vindingunum og tveimur stöðum hérna á þryggjafasa reiðspennunni og þá skoðum við stöðu A og B hérna í þryggjafasa reiðspennunni. L1 er U, L2 er VAF og L3 er tvöfalt VAF. Og við skoðum stöðuna á A þar sem að L-uð var jákvætt en VAF og tvöfalt VAF var neikvætt. Þannig að straumurinn fer út á hinum tveimur en hann kemur inn á U1 en út á VAF1 og út á tvöfalt VAF1. Þetta skoðum við í gær. Og þannig að við fundum segulmiðjuna með því að tengja þetta saman og áttu okkur á því hvaða póll myndaðist á hverjum stað. Og síðan prófuðu við svo B-myndina, þá er hérna hægra megin og þá sjáum við á reiðspennunni í B-inu að þá er VAF-fasinn, hann er komin í 0. Þess vegna er engin straumur í honum, svo að VAF1 og VAF2, það stendur bara 0 ampere hérna og þess vegna færist segulmiðjan til og það er akkurat það sem að gerist með hverju segulsviðið, að það breytist segulmiðjan í því og þess vegna getum við séð hvernig þetta snýst svona ef við ferjum alltaf á fleiri staði í reiðspennunni og þá myndi segulmiðjan færast og þá sjáum við hvernig að hann fer að snúast í hringi mótorinn. Nú, þetta var það sem við gerðum í gær og skoðum myndband sem ég er búinn að senda ykkur í pósti, í tilkynningu og þá við sjáum það er hérna mótorar vídeó dagsins hverju segulsviði skamhlutsmótor og virkni snúðsins. Það var þetta hérna sem er svona YouTube vídeó og lýsir því vel hvernig skamhlutsmótorinn virkar, sátrið og snúðurinn. Nú skulum við þá skoða, við fórum hérna í að eftir að við fjöllum mótorinn sjálfan að þá skoðum við spurningarnar aftast í kaflanum til þess að átta okkur á þessu efninu betur og ég er búinn að setja lausnir við þessu spurningum hér efst í efninu. Þannig að þegar þið eru að reikna í kaflanum þá getið þið skoðað svör hérna og hvernig þetta er útreiknað. Þannig að ég held að bara núna við byrjum bara á því að fara í þetta, rennum yfir bara fyrsta hlutan og svo höldum við áfram þar sem við vorum komnir. Og það er hérna og þá hoppum við yfir í hérna kafla sem eða efni sem heitir stuðningsefni fyrir þennan áfanga. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hvar hann er að finna. Það er hérna undir efni. Það eru töflur og skilgreiningar tákna. Þar er stuðningshefti í vinnslu af því að þetta var unnið upphaflega af nemendum og ég er að gera svona viðbætur og leiðréttingar í þessu hefti. Þannig að það er ágætt að nýta sér þetta til að læra fyrir próf og annað slíkt en það er kannski ekki alveg allt sem búið er að laga í þessu en margt gott í þessu efni. Og þannig að þetta efni er sem sagt hér og það byrjaði náttúrulega á rafalunum en hér eru líka spurningar mótorinn og hér er til dæmis talað ósampassa mótor að hraði snúðsins er lægri en hverju segulsvið og svo fellur hraðinn við álag og svona ýmis atriði sem gætu verið svona eins og prófspurningar og slíkt.
og ástæðan fyrir því að snúðspennan í skráningsmótor er lægri en mótspennan í sátrinu, það er náttúrulega vegna þess að við erum með svo fáa og stutta vindinga í snúðunum. Er þetta undir efni? Já, þetta er undir efni. Og það er mjög lítið viðnám í snúðurásinni og þess vegna mjög lág spenna. Og síðan er varðandi eina spurningunni í kaflanum, þá er hvað gerist með auknu álagi, þá er farið bara svona stutt yfir þetta að það sem gerist þegar álag eykst á rafstrengsmótorinn, þá eykst sátustraumurinn og snúðinsæði minnkar, aflstöðullinn eykst, það er meira raunafl náttúrulega. Hvað er sátustraumurinn ekki? Fasastraumurinn, sáturstraumurinn, hann eykst, já. Snúningshraðinn, hann minnkar, aflstöðullinn, hann eykst, fasvikið minnkar, þar af leiðandi, og tíðni snúðstraumsins eykst. Þetta er eina af þessum spurningum. Af hverju eykst tíðni snúðs? Vegna þess við getum litið á mótorinn þegar hann er þegar snúðurinn er kyrr þegar við erum að fara að ræsa hann, skilur, þá er snúðurinn kyrr, þá getum við litið á snúðinn eins og eftirvaf í spenni. Þá er sama tíðni í eftirvafinu og í forvafinu, eða ekki, í spenninu. En síðan þegar mótorinn fer að snúast, þá fer að verða minni munur á hraða snúðsins og hverfirsveigursviðsins. Þannig að þegar hann er komin á næstu því sama hraða á hverfirsveigursviði, það nærri aldrei, að þá er tíðnin í snúðunum komin í næstu því 0. Síðan þegar eykst álagið, þá byrjar aftur að myndast tíðni í snúðunum sem að eykst og eykst eftir því að sem álagið eykst, og þegar að ef við myndum setja svo mikið álag á mótorinn að hann myndi stoppa, þá er tíðnin komin alla leið upp í 50 rið. Það er þannig sem þetta virkar. Þegar við erum búin að stoppa mótorinn alveg, þá er hann orðinn eins og spennir. 50 rið í forvafi, sem er sátrið, og 50 rið í eftirvafi, sem er snúðurinn. Ok. Svo er ýmsar spurningar eins og ræsistraum meðalstórs skammhlaussmótors sest til 7-faldur stærri en málstraumurinn og síðan eru svona ýmis atriði líka í þessu stuðningshefti varðandi verkefnin, verklegu æfingarnar og eins og til dæmis atriði varðandi stjörnuþríhyrningsræsinguna og það sem að gerist með stjörnuþríhyrningsræsinguna er það að við erum að lækka spennuna til þess að minnka strauminn í ræsingunni. Og það til dæmis kemur fram að við það að lækka spennuna þá fellur straumtakan í ræsingunni niður í 1/3 miðað við beina ræsingu í D. Og síðan, ég hef bætt þessu við, ég er alltaf að laga þetta, þannig ég hef kannski eftir að senda nýjustu útgáfuna út í efni, skipta skrána í efninu, þannig það getur verið að þeir sem eru heima að fylgjast með þessu og skoða skrána, þá er þetta ekki komið inn. En ég er alltaf að reyna að bæta í þetta og laga þetta. Og eins og til dæmis að álagið, það má ekki vera 50% eða meira í ræsingu, 50% af mállestun, þá kemst mótorinn bara ekki í gang. Það er of mikið álag. Af því að spennan lækkar og þá er snúningsvægið, það lækkar líka niður í 1/3 miðað við beina ræsingu. Já, 50%. Lestunin má ekki vera 50% eða meiri á mótorinn. Eins og til þess þungur snígill sem er að draga upp eitthvað mjög þungt álag, Hann er strax með álag í ræsingu. Og ef þú ætlar að reyna að setja svona snígil sem er með eitthvað þungt álag í gang á stjörnunni, þá bara fer hann ekki af stað. Getur við þá
Þá getum við sett mjúkræsi í staðinn. Þá getum við alveg stillt það hvað við getum lækkað ræsistrauminn mikið niður. Því að það sama aðferð, við lækkum spennuna svolítið til þess að fá ræsistrauminn niður. Þannig við séum ekki alltaf með beina ræsingu á þessu. Einu leginn til að starta svona mótor með snigli, með álagi, með þungu álagi annarkvort beinræsing eða ræsing með mjúkræsi, soft start. Eða minnka álagi. Já, en þú getur ekki minnka álagi með snigil. Ég prófa. Já, mótor. Já. Þú kemst ekki alltaf að sniglinu til þess að moka úr honum, þannig að það er málið. Ok, 10, spurning 10. Ok, skal ég skoða það, sýna það strax hérna. Ég ætla að sé hérna. Hérna spurning 10, já, þú varst með spurningum það. Hver stór sirka ræsistraumur meðalstórs skammhlaups miðað við málstraum? Það 6 til 7 sinnum málstraumur mótorsins, 6 til 7 faldur málstraumur. Og þetta sjáum við, af hverju þetta sagt í bókinni? Jú, það vegna þess, já, það í stuðningshæftinu, það vegna þess að framleiðendur, þeir gefa þetta út svona. Ég ætla að fara hérna yfir í stuðningshæftið. Og hérna sjáum við það hérna tafla í stuðningshæftinu. Við erum hérna með 1500 snúninga mótor til dæmis hér og hér höfum við current og hérna IS deilt með IN. Sjáum við hérna 6 faldur, hérna 6,3 faldur, hérna 7,0, hérna 7,7 faldur málstraumur. Þetta í kringum 6 til 7 faldur. Þetta á einum stað 5,9 sinnum. Hvernig reiknum við þetta út? Þetta málstraumurinn, þess að IN, það nominal current, I nominal ampere, þetta það sem að mótorinn tekur. Ok, skoðum einhvern sem við þekkjum 4 kW mótorinn hérna. Og við hefum 2 svona inn í stofu. Hann tekur 8,2 ampere segir hann hérna við 400 volt. Við fullt álag, 8,2 ampere sinnum 7. Þannig getum við fundið ræsistrauminn við beina ræsingu. Þess að í þríhyrning. Svo getum við reiknað út hvað verður ræsistraumurinn þegar við stjörnum þríhyrningsræsum hann. Jú, við segjum þá 7 sinnum 8,2 málstraumur deilt með 3. Þá fáum við ræsistrauminn í stjörnunni. Við tekjum á stjörnuna fyrst. Þegar við lækkum spennuna, þá fáum við minni ræsistraum. Það áfram. Af hverju að hafa þetta margföldun dæmi en ekki bara skrifa þarna? Spurðu framleiðenduna. Þeir setja þetta svona fram. Ég get ekki svarað fyrir þá. Veistu hvað ræður fyrir töl? Þau bara að mæla þetta. Þetta bara bygging mótorsins. Þannig að það í rauninni skiptir það einhver máli hvort þessi tölu eða hinna. Ég heyri ekki hvað þú segir. Það skiptir í rauninni einhver máli hvort þú myndir setja þessa tölu sem margföldi eða bara... Jú, þetta mælt, sko, ef þú ert með ákveðin mótor og þetta bara mælt áður þegar þetta í framleiðslu og þá bara gefið út tafla fyrir einhvað árafjölda. Svona eru mótornir, þeir taka svona mikið straum í ræsingu. Já. Þetta bara margföldunarfasti? Já. Notaði fyrir eitthvað annað eða gæti bara alveg í staði margföldunar 8,2 sinnum 7? Já, fyrir þennan mótor almennt. Já. Já. Þið getur treyst í að þetta svona nokkurn veginn fyrir alla framleidda mótora í heiminum. Það ekki það sem þið meintuð. Ég held að það sé þannig bara að þetta sé bara sem allir bara gagna sem þið fast í eitthvað annað en að reikna þetta. Nei, þetta bundið sem sagt bara mótorunum, sko. Já, þannig að maður getur bara reiknað út start. Sko, þetta í rauninni, þetta sett svona fram að þetta I start deilt með I nominal. Já. Hérna.
Þetta bara hlutfallið. Þeir bara mæla hvað ræsistraumurinn og síðan gefa þeir út þessa tölu. Og þetta getur breyst eitthvað eftir því sem að framleiðslu aðferðin breytist kannski á löngu árabili, þá getur þetta breyst. En allt í lagi. Við skulum ekki dvelja lengur við þetta nákvæmlega, en varðandi sem sagt álags kúrfuna eða ræsikúrfuna þá sjáum við að við erum með 3 staði í henni. Þetta er málstraumur og höfum við ræsistrauminn. Svo höfum við líka 3 staði fyrir vægið, ætlaði að segja líka. Hér málvægið, þetta sem sagt vægið við fullt álag og þá það í sömu línu og málstraumurinn. Og ennið, þetta snúningsæðin við fullt álag. Þannig að þetta passar allt þetta saman. Síðan á þessari kúrfu, vægiskúrfunni fyrir mótorinn, þá hámarksvægi og síðan ræsivægið. Og þetta reiknum við líka út í æfingu, þar sem það beðum að reikna málvægi mótorsins og finna út ræsivægið, því að þegar við reiknum út þegar við komum með málvægið, þá getum við margfaldað annan stöðul til að finna út ræsivægið við beina ræsingu. Og þá sjáum við tork í newtonmetrum Tn, en við notum stóra M fyrir vægi. En ef við skoðum aftur 4 kW mótorinn hér, að þá hann með 26,5 newtonmetra og til að finna hvaða ræsivægi hann með, þá margföldum við með margföldunarstuðlunum sem til hægri, það TI deilt með Tn, það 2,5. Ég man eftir að talan áður annarri töflu sem við vorum með voru 2,4. Þannig að þetta hefur breyst, eða þetta eitthvað aðeins öðruvísi milli framleiðanda eða milli ára. Að þetta 2,5 sinnum málvægið, það ræsivægið í beinni ræsingu, þríhyrning. Til þess að finna ræsivægið í stjörnutengingu, þegar við erum með stjörnutengingsræsingu, þá deilum við síðan með 3. Þannig að það fellur ræsivægið niður í 1/3 ef við erum að stjörnutengingsræsa mótorinn. Ok. Þannig að þetta þurfum við að æfa okkur líka á. Og síðan í hámarksvægið, það hægt að finna það út frá með til dæmis 4 kW mótor, að þá það önnur tala, það 2,9, það hærri, en það sjá það M-max, það hærri tala, það 2,9 sinnum málvægið, 26,5 sinnum 2,9, þá myndum við finna tölu M-max. Þannig notum við þessa töflu og finnum þessa 3 staði í væginu á kúrfunni. Ok, förum þarna í aðeins í stjörnuþrýsræsinguna, það sem að ég ætlaði að klára með ykkur. Það til dæmis í hvaða röð fara þessir rofar inn. Þess að minga þess að sjáum örlítið meira texta líka, en hér höfum við kraftrás fyrir sjálfvirkan stjörnuþrýstingsræsi, eins og við erum að tengja upp í æfingu, og þennan K1 köllum við höfuðrofa. Í fasastraumnum tengt við K1 höfuðrofan yfir álagsvörn. Og af því að hún í fasastraumnum, þá verðum við að stilla yfirálasvörnina
á fasastraum mótorsins. Það þýðir að ef við erum mikið með 4 kW mótorinn, að þá málstraumi mótorsins, hann 8,2 eins og við sáum þarna áðan, og þá, hvað þurfum við að stilla yfirráðsvörnina þá á, ef hún í fasastraumum? Í lagi að setja hana á málstrauminn á 8,2 ampere þegar hún hérna. Sko, ef að yfirráðsvörnin væri ekki hér, heldur hérna eftir kannski F1, eftir sjálfærinu. Þetta skammhlaupsvörn. Við verðum líka að hafa skammhlaupsvörn í rásinni. Þetta 3 fasa sjálfar í töflu. Og ef að yfirráðsvörnin væri stödd hérna fyrir framann, þá myndum við stilla hana á málstraum mótorsins, 8,2 ampere fyrir 4 kW mótor. Okay. En af því að yfirráðsvörnin staðsett hérna í fasastraum mótorsins, þá þegar mótorinn fer í þrítíðstengingu, að þá erum við að mæla yfirleitt strauminn með þessari yfirráðsvörn, og því að yfirráðsvörnin fylgist með straumtöku mótorsins. Og fasastraumurinn í þríhyrningi heildarstraumurinn, aðalstraumurinn, deilt með rótina 3. Þannig að þá erum við að segja 8,2 ampere deilt með rótina 3, sem eitthvað kringum 5 ampere, eða ekki? Þá verðum við að stilla yfirráðsvörnina á 5 ampere. Og hinir rofarnir, hvernig koma þeir inn þegar við erum að ræsa? Höfuðrofinn kemur inn og K2 stjarnan fyrst. Því að fyrst fær mótorinn lægri spennu til þess að straumurinn verður minni í ræsingunni. Í rauninni í hérna stýrirásinni, þá kemur K2 inn og augnablikið síðar kemur höfuðrofinn, K1. Þannig að við getum bara sagt að K1 og K2 koma inn samtímis. Höfuðrofinn og rofinn sem tengir stjörnuna, K1 og K2. Hérna segir ræsing K1 og K2 inn í stjörnu. Síðan, þegar mótorinn þegar mótorinn hættur að auka hraðan, þá heppilegt að skipta honum yfir í þrítíðstengingu, þá fer stjörnurofinn út, K2, hann fer út og augnablikið síðar kemur K3 inn. Þannig að ef þið væri að svara sér í prófi, þá það þannig að í hvaða röð koma rofarnir í stjörnu þrítíðstengingu, þá það K1 og K2, stjarnan og höfuðrofinn inn fyrst, síðan fer stjarnan út, K2 fer út og K3 kemur inn. Það verður svarið. Ok. Já. Jarðtenging, já. Já, við í stofunni, þá erum við með í rauninni það mikið einangrað frá gólfi og umhverfi að það ónauðsynlegt að jarðtengja eitthvað. Leikastörinsrofarnir í töflunum, þeir hafa aldrei farið út ef við snertum mótor eða eitthvað tæki. Það hefur bara aldrei gerst. En það jarðtenging á einhverjum mótorum sem við getum verið að sýna en þegar við göngum frá strengjum að mótor, þá alltaf jarðtenging, það gulgrænn vír sem fer inn á og þetta alltaf gengið frá þessu þegar við erum að setja mótor á stað. Og sérstaklega varðandi þá hraðastýringar, þá þurfum við að vera með skermaðastrengi. Það er gott að myndist á þetta. Að þá hérna erum við með þessa gerðir hérna og í heftinu eða í spurningunum hér, svörunum sem ég sett inn, þá eru þetta er efni það. Ég með sérstakann kafla frágang á köplum að svona mótorum sem hraðastýrðir.
það hérna reyndar, nei, þetta er ekki verið að sýna hérna skermingu. En yfirleitt þá erum við með skermaða strengi og það líka nippillinn, það er best að hafa nippillinn líka gerðan fyrir skermingu, skiljið, þegar gangi frá mótornum. Þannig að því að hátíðnin sem kemur frá þessum hraðastýringum, hún ferðast eftir yfirborðinu og oft sér maður tengingu skermisins inn í mótorinn bara undir jarðtengisgrúfuna. Það er kallað pigtail. En í mótorum getur það sloppið vegna þess að þeir eru náttúrulega í lokuðu húsi, má segja. En þarna er alltaf hætta á því að myndist að hátíðnitruflun sleppi út í umhverfið og trufli önnur tæki í kring. Og þetta sérstaklega þarf að passa upp á þetta í frágangi í skipum að vera með nippil sem er fyrir skermingu. Og þannig að hraðastýrðir mótorar eru yfirleitt þannig frágengnir að það er skerming notuð á kaplinum og tengt bæði við hraðastýringuna. Það er þá undir baulu þar sem að skermurinn tengist allar hringinn í rauninni við jarðtenginguna þar, við hraðastýringuna. Þannig að það eru tvær jarðtengingar í rauninni notaðar. Það er gulgræni leiðarinn fyrir bílanastrauminn. Ef mótorinn bilar, þá fer bílanastrauminn tilbaka með jörðinni og þá slæðir út öryggið, skammhlaupsvörnin slæðir þá yfirleitt út. Og síðan er það hinn leiðarinn sem er í rauninni til þess að jarðtengja hátíðnina sem þarf að koma til. Það má ekki sleppa út hátíðni sem getur truflað önnur tæki í kring. Fyrir hátíðnina væri þá eftir tíðniberið? Já, að mótornum. Gulgræni vírinn, hvert færi hann? Gulgræni vírinn, hann fer bæði í hraðastýringuna og í mótorinn undir jarðtengiskinni mótorsins. Ég er náttúrulega með efni þetta úr rafeindatækninni hjá mér og sjálfsagt mála að líta á það. Og sjá, ég þarf bara aðeins að ná í þetta. Hérna sjáu þið kraftarás mjúkræsisins. Það eru 6 týristórar sem eru þarna. Á meðan ég er að finna efnið, þá lítið aðeins á þetta kraftarás. Við þurfum að fara fram og tilbaka, stjórna straumnum fram og tilbaka í hverjum fasa. Þetta erum við að gera og við þurfum að lækka spennuna með mjúkræsinu. Og við notum mjúkræsi í æfingu í síðasta hlutanum, í æfingunum. En aftur á móti hægri hlutin þetta er tíðnibreytirinn, þetta er hraðastýring fyrir ristusmótora. Þið sjáum mótorinn og það eru 6 transistorar hérna. Þetta geta verið ýmist insulated gate bipolar transistorar sem við lærum aðeins í rafeindatækninni seinni hlutanum eða bara hreinlega MOSFET transistorar. Og þessi transistorar, það er verið að slökkva og kveikja á þeim með mjög hárri tíðni, eitthvað í kringum 30.000 rið. Það er bara búið til í stýrirásunum hérna. Það er bara verið að kveikja og slökkva. Þetta er bara eins og þú ert með tölvu, ertu ekki með tölvu? Þú notar kristallinn þar til dæmis til þess að búa til tíðni. Þú getur hækka og lækka tíðnina með alls konar rásum og þú stjórnar síðan kveikingunni og slökkva og kveikja með alls konar rökrásum út á Já, þú getur verið að nota kristall. Já. Skoðum það við annað tækifæri, við skulum ekki fara ódjúpt í það. En ég ætla að finna aðeins varðandi frágang á tengingum með kapli við mótora, við hraðastýra mótora. Hérna er rafeindatækni, svona sjá. Aðeins að finna þetta
Hérna eru glærur, svona sjá. Þetta, hérna. Já, býtum nú við, þetta líklega vika. Skerming, já, hérna. Sem sagt. Sjá, við, já, sem sagt, tíðnin, hún ferðast eftir yfirborði, þið hafið séð svona fléttaða leiðara og þetta eru sett kannski á milli færibanda til þess að hátíðnin, af því að ef að færiböndin eru hraðastýrð, sem sagt, með mótorinn og hraðaböndun á hérna, færiböndunum, stýr með hraðastýringum, þá getur, sem sagt, við þurfum að reyna að jarðbinda alla þessa hátíðni og það þá yfirleitt gert á milli sem sagt, með þessum sem sagt, jarðtengi leiðurum sem eru flatir, þeir eru svona fléttaðir en það er ekki hægt að nota bara sem sagt, svona venjulegan vír í það því að hátíðnin hún kemst ekki eftir þessu leiðara, bara bilanastraumur. Ok, þannig að og svo þarf að passa það að tengja náttúrulega hurðir í skápum er með hátíðni, það er notað svona. Og hérna er sýnt sem sagt færiböndin að, og líka kapalrennur og slíkt að flytja hátíðnina áfram með svona leiðurum. Og síðan er skáparnir að það er í hönnuninni að það sé passað upp á það að það sé haldið aðskildu sem sagt hátíðni hluta, þar sem eru hraðastýringar og öðrum stýrihlutum. Það er viðkvæm og ef það er allt þvers og kruss í skápunum þá getur skapast vandamál. Og hérna ég ætla að reyna að finna, sem sagt, svona er tengt við hraðastýringarnar. Það er með svona baulum sem að ná í rauninni utanum allan sem sagt, skermin, endan á skerminum, svo að við náum hátíðni niður í jörðina eða í hérna sem sagt, það festist stykkið sem að við festum kapalinn á og það er þá jafnframt togfestan í kaplinum. Svo þarf að passa það að ef að flöturinn er málaður, það þarf virkilega að hreinsa þann flöt. Má ekki hafa málaðan flöt sem við setjum svona baulu á. Þannig að það þarf að passa upp á það líka. Ok. Þessi skermir er bara mjög þykk einangrun. Nei, sko, skermirinn, ég skal koma með skermaðan kapal. Ég sá hann inn í 105. Ég skal bara tjóta hann á í hann. Sjáu, hérna er hraðastýringin, hvernig við tengjum þetta og svo er líka sérstaklega filter til þess að eyða út hátíðni. En þetta er notað svona og ég er reyndar líka með hraðastýringu hér. Ég er ekki alveg viss hvort að ég er með útfærsluna hérna, við skulum sjá, ég held að ég sé, já, ég er rauninni bara komið með allt þetta hérna. Þannig að þetta er rauninni það sem að við erum með, það er þetta hér, að skermirinn, hann er notað, settur hérna undir baulu og það er bara sérstakar festingar sem er ætlaðir fyrir þetta inn í hraðastýringunum, það sem að tengir inn á hraðastýringarnar. Þannig að, og þar er sérstaklega gulgræni tekin í gegn bara eins og með ásamt 3 fösum og það er bara einn staður í tengibrettinu þar sem er jörð, 3 fasar en skermingin fer svona undir baulu til þess að jarðbinda hátíðnina, eyða hátíðninni burtu. Við ætlum að ná í skermaðarkapal og já, hérna eru bara tengingar inn á, ekki það vantar hérna stykkið til þess að tengja hátíðina, en já, svona. Sem kemur bara alltaf í símanum. Gamla dýra. Nei, það. Við líður Þetta er skermaðarkapal. Þetta er skermingin. Þetta er svona fléttaður bíl og hann er fortinnaður oftast. Það þýðir Ha? fortinnaður. Fortinnaður.
Það er til sett utan til þess að færingin verði minni. Ef þetta væri bara eig, þetta verður bara eig í hérna, en það er sportina, þannig að þess að sjáum við svona. Eða einhvern veginn, þannig yfirborðs meðhöndlun, þannig að verði sér minnst færing á Þannig að skerðingarinnar. ef það leiðir út frá köttunum. Nei, sko, hlutfall skerðingarinnar er að leiða hátinn. Sem að leka út frá. Sem að leikur út, eða sem að er frá hraðastýringunni. Hátíðin sjálf, hún byrjar að gera þetta ekki. Já, sko, það sleppur hátíðin með þriggja fasa spenna, þetta er mótor. Það vantar inn í þennan kapal bulgrana að leiða. Ok, hér ætti í rauninni bara að vera endurbyggð þriggja fasa spenna. Þetta er bara kraft. Þetta er bara kraftspenna inn á mótorinn sem er búin til með mjög hárri tíðni. Og það er búið að síja sem mest af hátíðinni í burtu úr þessari spennuskífu. Þannig að spennan hérna er byggð upp af mjög mörgum tíðum í rauninni. Hvernig áskoðum kemst hátíðin inn í skermingu? Til þess að búa til, inn í þessu skermingu, hún bara fer eftir þessu sleiðunum og fer þá í skerminguna og frá skermingu til jarðar. Já. Ekki frá köttum í skermingu. Það er bara segulsviðið frá. Og segulsviðið frá köttum. Já. Þannig að Frá leiðum, út skermingu. þannig að það bara, þetta hér minnkar möguleika á segulsviðið, bara í ákvæmum. Að þetta hátíðin, þetta minnkar möguleika á því að hátíðin bara trufla önnur tæki. En það er bara hring. Grip, já. Það er tilfæðið. Látið þetta ganga eða kannski ég skrift þetta. Ok. Það leiðir ramma. Þetta er orðið erfitt að vandlega að vera með sýnisvopn. En þið getið skoðað þetta á eftir líka, hvernig þetta lítur út. En allavega, þetta var það sem ég var beðinn að fara yfir varðandi jarðtengingu, það er sérstök jörð og síðan er skerming sem við reynum að eyða í burtu truflunum frá hátíðninni sem er notuð í hraðastýringunum til þess að endurskapa eins og við sjáum hérna í þessari kraftrás endurskapa þriggja-fasa riðspennu fyrir mótorinn. Og hérna segir tíðnibreytir, það eru 6 transistorar þarna og þessi aðferð er kölluð pulse width modulation eða íslenska púlsvíddarmótun. Ok. Við getum náttúrulega notað líka hraðastýringu til þess að ræsa mótor. Það er alveg hægt. En það er bara kannski ódýrari aðferð að nota mjúkræsi, að nota týristóra í stað þess að vera með dýrara tæki sem að væri tíðnibreytir, skilji. Þannig að það er alltaf val bara í rauninni upp á kostnað. En ok. Þannig að þetta eru þessar 2 aðferðir til þess að minnka ræsistraummótors. Það er í fyrsta lagi, eða fyrra atriðið, það er stjörnuþrýstiræsingin og hin aðferðin er sem sagt mjúkræsing með þessari kraftrás hérna, með 6 týristórum. Þannig lækkum við ræsistrauminn með því að lækka spennuna í ræsingunni. Það er það sem að þessar 2 aðferðir eiga sameiginlegt. Það er að spennan er lækkuð til þess að minnka ræsistrauminn. Ok, þá erum við komið með það á hreint. Nú skulum við fara aðeins að renna yfir ég var búinn að fara í gegnum þessi svör með ykkur að einhverju leyti og þið hafið aðgang að þessu undir efni og nú þurfum við að fara í aðferðirnar við það að reikna út málstraum mótorsins og að festa það alveg varðandi spennumerkinguna og tengingu mótorsins. Hvernig það er allt saman. Núna vantar mig eiginlega bara
að opna bókina líka varðandi það. En og hérna sem sagt hraðastýring sýnd líka. Varðandi spurningu, já við vorum ekki í rauninni síðast, þá vorum við komnir að þessu að nefna sem sagt eitthvað dæmi hraðastýringu skammstöðsmótora. Þessi hluti hérna orðinn úreltur. Þannig að það rauninni aðalega þessi aðferð hérna með púlsvítarinn og mótorn sem notuð við að hraðastýra mótornum. Þannig að þið skulið skoða hérna svarið við þessu hér undir efni. Og þannig að ég ætla að þá að fara í þessi atriði varðandi að reikna út málstraum mótors og slíkt eins og hérna og spennumerkingarnar. Það 14 þar sem við erum með 3 fasa skammstöðsmótor, hann merktur 220-380 volt, 3 kW, raunafstöðull 0,81 og síðan sem sagt hve mikið afl tekur hann frá neti, 380 volt að neti, ef reiknaður með að nýtnin sé 80%. Þannig að hérna þá notum við bara nýtniformúluna í það. Hér ekki verið að biðja straum. Hérna seinna þá við að taka straum, en í rauninni skiptir ekki máli spennumerkingi hérna þegar við notum bara nýtniformúluna. Þegar við erum að tala afl. Þannig að það geta verið svona alls konar auka upplýsingar sem eru inni í dæmunum sem við þurfum ekkert að nota. Þið þurfum bara átt okkur á því að það kemur með æfingunni og þið sjáu þá hvað við þurfum að nota af þeim upplýsingum. Og eins og hérna 1915, þar 3 fasa skammstöðsmótor, hann merktur 7,5 kW og svo 220-380 volt. Og við sjáum að lægri spennumerkingin á alltaf við þríhyrningstenginguna, hærri spennumerkingin á við stjörnutengingu. Og svo sjáum við hérna að við lægri spennumerkingu þá tekur það meiri straum, 27 ampere, en 15,6 ampere við stjörnu, hærri spennu. Og svo spurt hvernig á að tengja mótorinn við 220 volt. Þá veitum við það lægri spennumerkingin og það þá þríhyrningurinn. Þetta þurfum við að passa ykkur á, að hafa alveg á hreinu að lægri spennumerkingin, það þríhyrning. Og gott að rissa upp bara mynd af þríhyrningstengingunni þegar við erum að spyrja svona, til þess að vera alveg vissir. Þannig að þá fasaspenna sama og aðaspenna í þríhyrningu. Og síðan bara spurt hvað mikið afl tekur hann við mállestun og þá það bara að taka þríhyrningar spennuna, 220 volt inn hérna og passa að straumurinn sé þá réttur, 27 ampere, það hærri straumurinn. Það það sem maður þarf að passa á hérna, að taka réttar upplýsingar, því að það náttúrulega hærri straumurinn við lægri spennu. Þá finnum við raunaflið á hann. Og síðan á að reikna nýtni mótorsins við fullt álag og af því að hann var gefin upp 7,5 kW. Alltaf það sem stendur á mótornum, það aflið út. Og það yfirleitt það sem gefið í dæmunum, eitthvað 3 fasa mótor merktur, það P út. Passaðu ykkur á því, það alveg klárt. Og þá vitum við allavega P út og þeir voru búin að reikna P inn, þannig að við höfum báða þessar stærðir og þá getum við reiknað út nýtnina hérna. P út deilt með P inn, þá fáum við nýtni töluna 0,85 og svo hafa við. Og þannig hérna skulum við æfa okkur á þessu. Og ég held að væri gott hérna að við getum bara hreinlega sett aðeins pásu á upptökuna og þið getið farið að reikna hérna, byrjiði að reikna þarna 1916.
fara hérna í upptökuna og fara í, já, það hægt? Sjá, það ekki víst. Það ekki hægt, sennilega í þessu kerfi. Sjá. Nei, það er hérna, ég man, já, það var í öðru upptökuforriti, það sem var hægt að setja á pásu. Það ekki hægt í þessu kerfi. Þannig að hérna, nú skulið þið endilega taka fram hérna, reiknivél og reikna þetta 1916 fyrir mig. Sjá hvernig ykkur gengur. Því að við þurfum að æfa okkur. Við þurfum að gera þessa útreikninga svo að þessi klárir á heilt próf. Er það fleiri liðir í próf? Nei. Ekki alveg viss. Að fletta beðinu 1916. Sjá. Það er bara A og B liður. 17. dæmi er með fleiri liðum. Þegar við erum að skoða hérna aðlega, og við erum aðlega að reikna allir inn, raunallir inn, þess að eða líka finna á þessu raunin frá einni mótorsins. Það er sýndaraftir. Það er aðeins minna sem við erum að nota beinlínis bara til mótora. Við erum meira að nota sýndarafl en við erum til að grafa. Þá notum við meira sýndarafl af því það er straumurinn sem er aðallega Það er með margar spennubrið. Ég á bara sýndarafl ekki. Jú, spennubrið sem við getum Hvað var þetta núl? Já, það var endilega að taka upp hérna reiknivél og við komum það, blá og grén. Ok, þið eru búin að reikna þetta. Þá bara held ég áfram. Ef allir eru búin að reikna þetta, þá bara held ég á. Það er 17. Fara hérna í. Já. Já. Sko, undir efni, þá höfum við lausnirnar hérna, sko, sjá, býtum við, þetta var, hvað heitir þetta? Þetta heitir cirka 7. Já. Það komast í þessa. Ok, ef við erum búin með 16. dæmið, þá er það 17. dæmið. Þá er beðið að reikna sýndarafl sem mann tekur við mállestun hérna. Hér er beðið sýndarafl.
Það er sagt, það er greinilega þá mældur straumur, 36 ampere. Úps, ekki. Það er slökk á þessu. Þannig að þau eru að tala málversti. Þetta er fullt á. Nei, maður næstu, það var svo stendur á mótornum. Já, þessu málverstin er ég fullbesta. Já. Þá erum við þarna með skiplu í GI. Já, GI eða GE. Það er bara með litra. Já. Jú. Þú bara að breyta það Það er sem ég myndi það er spjökinn, eða ekki allir á mótorn að taka. Jú, það er allir. Það er hótt, já. Sem sagt að hérna er gefinn straumur og það er Hvað heitir Spennandi. Hvað heitir? Kílóvolt ampere. Það er sem sagt sýndaraflið. Einingin fyrir sýndarafl er margfeldi spennu og straums. Af hverju þetta ekki Sko, þetta er blanda af launafli og raunafli, sýndaraflið. En sko, raunaflið, vöttin er raunaflið. Það er hreyfiaflið sem þú gefur út af mótornum, mekaníska, það er það P út. Já, raunverulega aflið, já, einmitt. En svo náttúrulega þarf það að gefa honum meira raunafli inn. Og það er töp í mótornum. Hann hitnar, það er núningstöp. launafli þá það sem tapast? Nei. Launaflið fer í það að segulmagna mótorinn. Já, sem að tapast þá í mótornum. Já, það er, sko, Það nýtist ekki í... það sem að tapast í mótornum er raunafl. Sko, launaflið, þú sérð í rauninni, það sjálfsög ekki öðruvísin að það segulmagnar mótorinn. Og hérna sjáum það í vektormyndum, skulum sjá, eru ekki með vektormyndir einhvers staðar þessu? Nei, það er ekki þessum. Við erum með vektormyndir, þannig að sá hluti sem er kúið, launafl, það er það sem að hérna fer í að segulmagna mótorinn. Launaflið, segulmagna mótorinn, raunaflið, það er rauninni bæði töpin, sko, skiptist þess að aflið sem kemur inn, það skiptist í töp og síðan það sem kemur út sem hreyfiafl, vægi frá mótornum. Þannig hérna virkar það. Ef við tækjum þeim kæmi út, plúsa við það töpinn og launaflið, þá fengið það kæmi. Já. Hvað er raunafl? Það er allt saman raunafl, sko. Það sem þú segir, það sem það fyrir út, það sem að tapast, það er þetta raunafl. Það er sem, já. En hérna, kílóvatt er N. Hvað var það? Hvað er N? Já, þetta er kúið, kú. Það er óvirkt afl. Vegna þess að það framkvæmir ekki vinnu. Það fer bara í, það er notað í að segulmagnamótorinn sem sagt, þetta stendur fyrir reaktív, óvirkt, sem mætti þýða úr ensku. Volt ampere reaktív, óvirkt afl. Þess vegna er einingin alltaf þannig merkt vaff a og lítið r, af því að þetta er ekki þitt, sko, til þess að aðgreina það frá sko, viðnámi, stóra r-inu, þá er haft lítið r. Men það satt ekki að reaktið í viðbörn. Óvirkt. Reaktið er að
Já, bregðast við, já, en þetta er sko til þess að lýsa því hvað það gerir, að þetta er óvirkt vegna þess að þetta verður ekki að varma eða hreyfiafli eða slíku, skilur. Já, þess vegna hefur þetta verið þýtt eða lýst í bókinni. Já. Það er raunverulega það sem er að gera. Þetta er náttúrulega bara viðbrögð að breyta orkunni yfir CO2. Já. En þetta er í rauninni, já, þetta er í rauninni þarna launafl. Þetta kallar bara launafl. Akkurat. Já, það er erfitt að fá okkur til að reikna, en við þurfum þá bara að fara í gegnum þetta. Hvernig er prófið? Ég held að ég verður bara að sjá hvernig gengur ykkur að reikna og ég ætla bara að færa það kannski aðeins aftar. Þannig að þið séu almennilega tilbúnir til þess að taka það. Ef þið kunnið ekki að reikna, þá þýðir ekki vera að henda ykkur í próf. Við verðum að æfa okkur fyrst. Það er eitt hlutapróf eftir og svo lokapróf? Já, nei, það eru tvö hlutapróf eftir. Það er úr mótorunum og síðan kemur hlutapróf úr raftekningum. Það er í rauninni léttara heldur en mótorkaflinn, sko. Og síðan kemur síðasta prófið, sem sagt, lokamatþátturinn. Þannig að það eru 3 próf eftir, já. Í formann sem er auðveldara heldur en þessi. Já. Er mikið reikningum fólk? Nei, það er ekki mikið reikningum. Það er bara að læra tákn og átta sig á, það er í síðasta hlutanum sem sagt, það eru náttúrulega ákveðnar æfingar. Það er spurningar úr bílunarleiti mótor og líka úr hraðastýringunum og mjúkrassinum og því öllu saman. Og þannig að sem sagt, það er aftur samfösun af því að það er svona gert ráð þegar við getum fasað saman í vélarsalnum. Það er eini æfing úr því. Og síðan er þetta í rauninni spurningar varðandi tákn og teikningar, sem sagt, úr rafkerfum skipa aðalega, já, og reglugerð. Ég ætla að öðlast að hafa einhverja góðlega skamning á erfinni. Þetta er ekki bara starfæði. Nei, akkurat. Þetta er fyrsta skiptið sem spurt að þessu. Já, hvort þú þurfir að hafa skilning á efninu. Við erum þetta bara að spörta það í því sko. Með þessa starffræði jöfnur. Það er rauninni lítið mál að leggja jöfnunar á minnið og vita hvað maður sitt inni og reikna þær úr. En það vantar svolítið sem skilningin á baka. Já. Hvað við erum að gera. Já. Þú veist, þegar maður reikna í gæðindi, það er nýtt spurningar 1, 2 og 3. Ég get ekki sagt eitthvað sátur með neinum. Nei, við förum ekki í nein vindingafræði er ekki farið í fyrir en bara í síðasta áfangan, í G. G? Já. Það er margir áfangar. 10. 10? Og svo rafeindafræði eitthvað og... Já. Það er vélstæðir að eitthvað margir áfangar. 6 rafmagnsfræði. Já, það eru 6 rafmagnsfræði, pjúra rafmagnsfræði og síðan eru það sem sagt 2 rafeind- og tækni áfangar og 2 rökkrafsáfangar. Stýrtækni áfangi líka. Það er líka smá rafmagn í honum. Stýrtækni inn í rafmagnsfræðinni? Já, það er svona undir rafmagnsfræði sviðinu. Okay. Loftstýringar þar. Já, það er bara 1. Það er búið að fækka niður í 1. Stýrtækni. Það voru 2 áður. Stýrtækni. Já, það er bara 1. Svo er reglunin er líka undir þessu sviði. Það er einn spurning. Já. Ég var að spyrja aðeins út úr þessu. Þannig að það verður alltaf að tegna þannig spennu. Já. Af hverju er bandlegging með E? Við erum líka með það er bara íspenna. Það er bara sem sagt
taplaus spenna eða spenna sem framleitt inn í rafalanum, síðan kemur spennufall, innra spennufall spennugjafans, hvort sem það rafgeymir eða rafali, og þá breytist E-ið yfir í U. E stendur fyrir Electrical Magnetic Force eða EMF. Þannig að EMF mjög mikið verið að tala í ensku eða í Bandaríkjunum eða í þannig efni sko. EMF. Það hefur fleiri þetta. Þetta spönuð spenna sko. Þetta eiginlega hugtaki fyrir spannaða spennu. Ég var að sjá einn sem var útskýra fyrir útreikninga eða sem var bara einhver myndir og sína reikninga á síndarafli. Já. Hún skrifaði þetta hvað sinnum E sinnum E. Þetta ekki saman. Já. Og ég skildi mér þetta alveg. Já. Vegna þess að þá það eins og við skiljum E-ið og í bókunum hjá okkur, þá E, það í-spenna. Já. Þá það alveg án allra tapa sko. Ok. Ef þú þurfir ná að færa í nefnum, þá mútu öll að taka kaffi. Þetta eins og starfsmaður sem að vinna á okkur verkstæði og svo spyrir hvernig má hætta í vinnunni. Maður spyrir ekki á því, það allt annað en skóli allt annað en að vinna. Nei. Jú. Nei, ég veist. Þú hringir ekki að. Einu munurinn að þá ertu að vinna fyrir einhvern annan en hér ertu að vinna fyrir sjálfa þig. Svo þú vissum að það mikilvægt að vinna fyrir sjálfa þig þetta einhvern annan. Þú vissir ekki að vinna. Það var mikilvægasti þátturinn við að vinna á verkstæðinu á verkstæðinu sem ég var síðan. Var það þetta hitt á körunni? Nei, Þú vannst aldrei álverðinu, sko. Já, ég veit það. En burtséð frá því gríni, þá var ég alveg mikilvægt hjá viðhaldsæðinu að vinna eftir verkefninu of vel eða of hratt. Nákvæmlega. Þá fengið við minna fjármagn, minni tíma og þú veist. Ég unni nokkur sem minn á Straumsvík. Nei, við erum ákvæm. Það sé til þess að góð vinna aldrei alveg. Það er það ofta að lesa. Þetta vinnum það er bara Mjög nauðsynlegt að nota þetta í vinnustaðasálfræði. Að gera að hafa þetta sem efni í vinnustaðasálfræði, en við skulum halda okkur við pjúra rafmagnsfræði hérna og við skulum bara aðeins í 1917. Það mjög lítið svörin í bókinni bara raunaflsstuðullinn gefinn þar. Hérna þá gefinn á leiðinni fleiri niðurstöður. Sýndaraflið gefið hérna 23.694 kVA. Raunaflið, og það bara út frá nýtniformúlunni. Þetta aflið inn sem við erum að reikna út, sem hann tekur við mállestun, og það rauninni þá bara nýtnið sem við getum nýtt í það. Og síðan þessi æfing sem verður að fara fram hjá ykkur, ef þið eru ekki vanir hornaföllunum eða þið kannski gerið einhver mistök varðandi hornaföllin, algengustu mistökin það að taka til dæmis sínus af einhverju mjög lágri tölu, eða taka sínusinn af sínustölunni. Eða sínus af kósinustölunni, já. Það algengustu mistöki sem þið gerið á prófi eða bara gerið í dæmum. Passið ykkur endilega að gera það ekki. Það taka sínus af gráðunum til þess að finna út laun stöðulinn eða reikna út Q-ið til dæmis. Eins og hérna, þegar við erum komnir að þessu að reikna aflstöðu mótorsins, þá getum við einangrað kvósfí í þessari
aflformúlinni hérna, þá það kostvísan sem P deilt með öllu þessu hérna, það best að setja þetta í sviga hérna, formúluna. Af hverju tekur þetta þannig ekki bara út sem S í staðinn? Það hún reiknað S. Sko, ok, skoðum það, allavega að við þurfum að finna út raunafstöðulinn. Ég nota P-formúluna til þess að einangra raunafstöðulinn. Það er beðið það. Og finnum þá hornið út frá raunafstöðulinn, kosinus fyrsta. Af raunafstöðulinn þá fá ég hornið. Síðan tek ég sínusinn af horninu. Ef maður getur sett inn, þegar þið skrifið þetta svo upp, þegar þið reiknið út launaflið, Q-ið, þá segið þið rótina 3 sinnum U sinnum I sinnum sínusinn af horninu. Sumir kannski lendi í því að taka sínusinn fyrst af horninu, skrifa það niður og setja þá tölu hérna og taka sínus aftur að því. Passið ykkur á þessu. Þegar þið eru að taka sínus af einhverju rosalega lágri tölu, þá er viðvörunarmerki. Ekki, hugsið aðeins hvað er að gera þá. Því að yfirleitt þá erum við að taka aðgerðina sínus af gráðunum af horninu og hérna þá minkum við hættu á því að gera mistök, svona klaufavillur, ef að þið æfið ykkur á þessu fram og tilbaka þannig að reyna að finna út hvort þið fáið líka rétt út af þessu, með því að nota Pýþagórasarreglu. Ef þið setjið aftur inn í þetta Q-ið og P-ið, þá fáið þið S-ið tilbaka, skiljið. Þannig að þið getið prófað svarið sem þið fáið með því að nota Pýþagórasarreglu. Hafið ekki gert það áður? Oft gert það, örugglega. En það er bara, aldrei of oft svona gert til þess að, en bara til þess að setja þetta upp í síðan vektoramynd og þá er mjög nauðsynlegt að tékka á því að allar stærðir séu réttar. Annars verður, reyndar þegar þið setjið upp vektoramyndina þá reyna að setja hornið upp og síðan merkið þið inn á þetta. En síðan er beðið að lýsa byggingu snúð í sleiturhringjamótor. Við höfum eftir að skoða aðeins sleiturhringjamótor. Kannski við hoppum aðeins yfir í það. Ég þarf að ná í bókina aðeins. Já, bókin. Það er kafli 19. Sleiturhringjamótor, hann er með undnum snúð. Það er þessi hérna. Snúðurinn er undinn í honum og við erum að tengja út á mótstöður til þess að ræsa hann. Og við eigum svona mótor hérna inni og þá erum við með 3 mótstöður hérna sem við minkum þetta bara smá saman viðnámi með því að tengja bara segurófa. Það er þá 3 þrep á því. Síðasti rófinn kemur inn, þá skamhlipar hann hérna. En hérna eru sleiturhringir og kol til að tengja þetta. Snúð rásina við, já. Hvað er kol? Kolinn er til þess að tengja við hringinn. Hvað er það? Hvað er í kolum? Það er bara kol. Þetta er, hvað er það, karbon, eitthvað blanda? Karbondíoxíð? Já, hreint karbon. Þannig að það brennir að þá bindur þetta við loksvörðin áriðsjóður. Það er bara karbon. Já. Það er náttúrulega saman og kastar á kolefnið. Já, þetta er bara svipað eins og þið eru að nota til að skrifa með, eiginlega. Getur það ekki verið svipað efni? Upp á ákveðnu marki, já. Þá er það svipað efni og þið notið í blýantunum. Grafít, já. Það er ekki bara eina ástæður að nota kolið að því að það er vel rafmagnsleiðandi. Það leiðir vel rafmagn, og bara til þess að tengja ytri straumrásir við eitthvað sem að snýst.
við sem sagt, þetta þá eirhringur sem að þetta tengist inn á, þannig að þá hérna leiðum við strauminn hérna út frá hérna kol og sleiturhringir, það sambandið hérna inn á vélina, milli ytri straumrásar og vélar. Og þetta notum við líka inn á pólhjólið á rafala. Það kolin og sleiturhringi. Þar voru 2 fyrir pluss og mínus. Hérna eru 3 vegna þess að við erum með þryggjafasa mótor og þetta sem sagt sleiturhringja mótor. Þannig að við erum svona eigin með kólóttur. Já. Af hverju kólóttur? Er það kannski yfirborðsvatnamálið mikið eða? Já, við náum talsverðum fleti hérna til þess að tengja. Þannig að já, svo bara slitna kolin smá saman. Eins og í borvélum og ýmsu sem þetta ennþá notað í. Þetta gamla borvélar sem nota ennþá kol í dag. Já. Jakkar í. En sko, Ég held að þetta er gamla borvélar út í bíl sem myndi að fara að kíkja og svo. já. Ok. Ég myndi að spara hvort það líkur að sé kol í þér. Já, alveg örugglega. Það er frá 2000, þetta er gömul tímamódel sko. Notaði fyrirtæki mörg ár sko. Þetta ekki bara með hérna fyrir 230 volt leiðslu. Þetta er batterís sko. Og þetta batterís. Þá hef ég ekki hugmyndum, það ekkert víst að það sé með kolum. Það þarf ekkert að vera. Akkurat. Heyrðu, sem sagt, og hérna varðandi ræsingu á svona mótor, þá hérna tiltölulega jöfn straumtaka og tiltölulega jafnt snúningsvægi allan ræsiferilinn. Þess vegna þetta líka notað í sem sagt krönum eða byggingakrönum til dæmis, svona mótorar. Það hefur lengi verið notaður. Það er svona jafn. Já. Og maður getur rauninni svona hraðastýrt þessu svona í ákveðnum skrefum. Með því að tengja sem sagt svona mótstöður við. En auðvitað þetta að detta út fyrir hraðastýringar sko. Hraðastýringar kom í staðinn og svo náttúrulega alltaf þarf að vera að bremsa á svona mótorum. Sem sagt svona segul bremsa eða það er hérna bara rafsegul sem dregur út svona sagt klossa. Bremsur klossa. Eins og í dag á svona grunum, hvernig ekki bremsa? Það hlýtt það? Jú, það bremsa, já, það alltaf bremsur á þessu krönum sko. Jú. En bara núna hraðastýri í staðinn þess að nota þessa tegund af mótorum. Þessi tegund af mótorum að detta út vegna þess að það meira viðhald út af kolum og sleiturhringjum. Þessi mótstöður sem hefur það? Já, það til þess að auka viðnámið í byrjun til þess að fá mjög lágan snúningshraða eða bara ef engin ef mótorinn stopp, þá getur verið spenna á sátrinu. Það spenna á sátrinu, alveg full spenna á sátrinu, en það engin straum í snúðunum vegna þess að það bara opin rásin hérna. Það engin leiðinni. Mýkja höggi inn á hjólið. Já, akkurat. Bara mikið, síðan hleypum við bara smá straumi inn á snúðvöðin með því að setja hellinga viðnámi hérna í rásina. Og svo bara skamfleytt fram í því. Já, svo bara skamfleytt smá saman, þá minnkar bara alltaf. Já, það er bara svona hægt og rólega. Hægt og rólega sem að minnkar. Já, eins og þið sjáum hérna að þessi hún rauninni að færast hérna og við myndum byrja hérna út í endanum, þá mesta viðnámi. Síðan sem færum öruna hérna alltaf nær og nær, þá minnkar viðnámið í rásinni og þeim meiri verða snúðstraumur. Eða minna viðnámi í rásinni. Og að lokum þegar við verðum komin með viðnámið bara tenginguna hérna alveg við kolin, tenginguna á kolunum, þá hann að verða nánast bara eins og skammlausmótor. Þannig laga. Það náttúrulega heilmikil skrekkun í honum. Samt sem áður. Ok. En sem sagt að hérna hér eru sem sagt eins og við erum með hérna í svörunum, þá að svara þessu hér að hér tiltölulega jafnt vægi allan ræsiferilinn og tiltölulega jöfn straumtaka allan ræsiferilinn. Þið sjáið hérna að hér kemur inn næsta sem sagt viðnám. Það minnkar alltaf viðnám hérna. Kemur minna viðnám hérna
og síðan minna hér og síðan verður fullur snúningshraði, málhraði og síðan vægið hérna. Það alltaf til það jafnt allan ræsiferilinn. Svo að hérna, þetta var þetta já, byggingu snúðs leiðtryggimótors Hannesson, undin og tengingarnar út í viðnámið. Viðnámið fyrir snúðrásina tengt í gegnum sleiturhringi og kol. Og hérna, síðan hægt að reikna stærri ræsimótstöð fyrir sleiturhringimótor með þessari formúlu hérna. Og þá eru gefnar upp, það 139 volta spenna, kyrrstæðarsnúð, þetta stendur yfirleitt á mótornum sjálfum. Og þetta málstraumur í snúðnum, 6,5 ampere, og þá það sett inn í þessa formúlu og þá þetta sem sagt viðnámið sem að væri hæfilega stærð fyrir ræsimótstöðina. Auðvitað getum við haft það stærra þá bara fyrir mótorinn miklu hægur í gang. En til þess að fá svona eðlilega ræsingu á hann þá verður þetta æskileg stærð á mótstöðum. Og svo aðeins farið hérna út í hérna þéttleika á mótornum. Sem sagt var það vatnsþéttleika og ryk og vatn. Þarna IP tala, IP 56. Og þá sem sagt, það reyndar kannski ekki lengur þessi tafla í bókinni hjá okkur en ég hafi sett þetta einhvers staðar inn á undir efni og hér sem sagt tafla yfir ákveðin stað í skipi og hvaða þéttleiki þarf að vera fyrir hvert búnað fyrir sig. Og ef við skoðum sem sagt hérna hvernig þarf mótorar að vera merktur samkvæmt ESC staðli ef nota hann í fiskvinnslu rými veiðiskips. Þá leitum við óvarið dekk eða göng í 200 botni og sem sagt dálkur þá rafvélar. Það meinar göng í 200 botni? Þetta einhver staðar í staðsetningi í skipið. Eða ekki til mótorna? Þetta ekkert samband við mótorna sjálfa, nei, bara staðsetningi í skipinu. Hér það rafvélar og þetta var óvarið dekk, já. Rafvélar, hvar óvarið dekk? Hérna. Það þá þessi hér, óvarið dekk og líka fyrir göng í 200 botni. Og hérna þá IP 56, þá erum við með það hér. Það eiginlega, það sem óvarið dekk, þá yfirleitt IP 56, það kröfurnar. Og sko þið þekkið að þetta það eru til alls konar, það til flokkunarfélög sem eru með ákveðna staðla sem þarf að varðandi skip, það þarf að smíða skip og ganga frá búnaði í skipum. Þannig að sé varið gagnvart vatni og já, þar sem sagt við erum með bók frá Norsk Veritas til dæmis. Svo til önnur flokkunarfélög eins og Lloyds. Hvert einu spottur hefur sér kröfur hvað mótor þarf að vera skipinu? Já, það sem sagt bara staðsetningin á mótornum, þá þarf mótorinn ákveðin þéttleika. Og sem sagt þessi þéttleiki sem sagt eins og við erum með hérna í bókinni þá verið að bókinni þá sýnt held ég bara almennt hvernig að fyrri talan táknar rykþéttleika og seinni talan táknar vatnsþéttleika. Þetta á blaðsíðu 198. Sem sagt það önnur tafla heldur en ég með hérna. Þetta finnum við undir efni sem ég með hérna á skjánum en ef við lítið á blaðsíðu 198 í bókinni þá erum við með sem sagt töflu yfir rykvörn og vatnsvörn. Þannig að svo koma sem sagt fleiri dæmi í þessu. Ok. En af hverju myndi maður ekki bara vilja fara í hæstu? Þéttleikan? Þá bara landið við varma lósun eða?
Það getur alveg verið að það sé skýringin og kannski líka kostnaður, hvað dýr mótorinn. En yfirleitt eru þeir bara, þú veist, framleiddir með einhvern ákveðnum algengum þéttleika eins og IP56 sko. Já, eins og segja ballestar og aðrir vatnsbankar. Já. Það bara á ekki við, skilurðu. Nei, það stendur IP68 sem Já, fyrra vélar, já það er rétt, IP68, já. Og það þýðir þá að þá er skilgreint á hvaða dýpi hluturinn má fara. Það er algjör þéttleiki, þarna 6, gagnvart ryki. Og 8, þá er hann sögt og það er þá líka skilgreint á hvaða dýpi hann má vera. Þetta er þá til dæmis eins og brunndælur. sem er bara ofan í brunnum. Já. Já. Kísilverar verða alltaf nýtnari því stærri sem það verða. Já. Á eitthvað svipað við rafmagnsmótora? Já. Það stærri rafvélar eru með betri nýtni. Það passar. Það helst í hendur. Ok, hérna, þá er það, svona sjá, ég var komin hérna 17, þá er bara að skoða næsta hérna í efninu. Ég var komin 8 og hérna er 9. vikan. Alltaf svolítið lengi að hlaðast niður, svona sjá. Það fara hérna í downloads. Okay. Við förum hérna aðeins þá líka varðandi hérna hitaflokk, velja hitaflokk fyrir mótor sem er ástengtur við dælu fyrir 90 gráða heita svartolíu. Og ég myndi velja sem sagt H-flokki fyrir 180 gráður. Sko, algengustu sem sagt einangrunar efnin eða mótorarnir sem sagt þeir eru framleiddir með F einangrun sem þolir hérna 155 gráður. Það er algengustu mótorarnir, en það er hægt að fá líka fyrir einangrun með H hitastigs 180 gráður hitastigs þoli. En ég myndi velja það vegna þess að ef það er gert ráð fyrir umhverfishitastigi sem að vera 40 gráður en hér gæti það orðið hærra vegna þess að svartolían er 90 gráður heit sko. Þannig að ég myndi velja flokk H. Ok, engar spurningar. Hvað var þetta 15 fyrir ofan? Já, þetta eru öryggismörk. Þetta er bara öryggisstöðul. Já. Þetta er svigrúm, já. Þannig að geitir alveg enda haft 15 og haft 15 gráður svigrúm. Já, í einhvern ákveðin tíma, en eftir, ef við förum alveg upp í þennan topp hérna, þá endist mótorinn skemur. Þá myndi hann brenna eftir styttri tíma. Því að hitinn er bara orðið svo mikill að þá er einangrunarefni mótorsins komið í hættu. Það er sem sagt, þegar við nota mótorinn, þá hita ris vegna varma myndunar í vökvunum, það eru þessar 120 gráður sem að aukast frá umhverfishitastiginu sem er þá gert ráð fyrir 40 gráður. Er þetta einhver tengt epoxylakkinu sem var sáttræðarinn í tóa? Já, líka, það tengist bæði lakkinu og einangrunni sem er auka einangrunni sem er inni í. Það er alls konar, míka eða... Það var að tala um eitthvað í bókinni sko. Já, mismunandi einangrunar efni. Það eru bara stöðið fyrir kaffir, það var að tala um þetta míka, já. Míka, já. Og þið ofan í epoxy og... Já. Ég krefjar efnin líka. Ha? Ég krefjar efnin. Já, já. Glassinu eða ekki, sem þannig að spórum valin í. Já, það er í rauninni þetta einangrunarefni sem er frá sko sáturjárninu
sem að þessi auka einangrun. Til þess að minnka hættu á því að mótorinn leiði út, verði einangrunarbilun. Já. Og svo nótunum lokað að rennt inn í svona spjöldum sem að já, væntanlega, já. 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 Ok. Síðan hér, hvaða regla notað við stillingu yfirráðsvarnar fyrir reiðstöðvarmótora og þá í leiðinni sem sagt hérna líka gerð sjálfur og bræðivörum nauðsynleg. Sko, það þarf að vera þessar tvenns konar varnir fyrir kapal og mótorinn. Það þarf að vera bæði yfirráðsvörn og líka skammhlaupsvörn, sem sagt. Sjálfvörnin eða bræðivörnin eru skammhlaupsvörnin. Það sem að leysi strax út ef það verður skammhlaup, skiljið. Ekki gleyma því. Það þarf alltaf að vera skammhlaupsvörn líka, þó þið hafið yfirráðsvörn af mótornum. Eða við verðum að setja upp einhvern mótor. Það eru öryggitöflu, annarkot bræðivörn eða sjálfvörn og síðan yfirráðsvörnina fyrir mótorinn sjálfan. Og þannig að reglan við að stilla yfirráðsvörnina, það að stilla á málstraum mótorsins. Stilla yfirráðsvörnina á málstraum mótorsins, en eins og í sýndingur áðan varðandi stjörnuþríðræsinguna, þá yfirráðsvörnin staðsett inn í fasastraum mótorsins. Þess vegna verður að stilla á fasastraum. Það málstraumur deilt með rótina 3. Ok, og síðan sjálfvörin eru C-gerð sem eru notuð fyrir mótora og ef það eru bræðivör, það eiga þá að vera treg bræðivör. Það lengri útleystíma vegna þess að ræsistraumurinn getur verið svolítið hár í svolítið tíma. Og það með yfirráðsvörnina. Já. Það ekki hvað svona 3 á málstunum við détingum. Það í détingum. Nei, sem sagt, já. Ég meina, sko, mótorinn getur verið hvort sem détengdur eða uppsvöntengdur. Skilur bara eftir í hvaða spenna merkt á hann og við hvaða rafkerfið þú ert að tengja. Ég bara því að þú segir með ID-ræsingu, sko. Já, við ID-ræsingu. Já, þá sko með fasastraum og þá að spá, sko, að því að náttúrulega það mismunandi straumur fyrir détingu og yttingu. Já, en hann alltaf í détengingu, skilur, eftir að þú hefur komin í gang og það þá sem að yfirráðsvörnin að virka, skilur. En ég veist ekki ræsistraumur. Ræsistraumurinn á samvættu yfirráðsvörnina hefur sára lítið að segja, skilur. Það svo stuttur fyrir yfir. Já, svo stuttur tími. Yfirráðsvörnin þarf svo miklu lengri tíma í rauninni, þú veist. Já, því að yfirleitt, sko, við erum að láta hann leysa út þegar við erum með mótorinn bara alveg kyrran, sko. Þá hann að taka í rauninni ræsistraum á þrýfningum. Í langan tíma, í 15 sekúndur, sko. Innan við 15 sekúndur, þá hann að leysa út. En svo tekur þetta miklu lengri tíma bara við venjulega notkun, sko, ef hann að fá yfirálag þá. Ok, næsta mál, loksins dæmi 25. Hér erum við að reikna út alls konar, eins og skrikun. Og líka, sem sagt, í seinna, þá þurfum við að reikna út snúningshraða. Og hérna, reikna út snúningshraða út frá skrikun. Og það líka, sko, menn hafa átt í erfiðleikum með að reikna það út. Þannig að við skulum aðeins skoða það dæmi. Reikna snúningshraði tanggang, það A hérna. Já. Formúlan fyrir þetta rauninni N, það NS mínus S sinnum NS. Ok, en hérna þetta 4 póla 220 volta spennamerking á honum 50 rið, skjámsmóður tekur 15 ampere við fulla lestun. Skrikun í tómgangi 0,5%. Þetta hlutfallsleg skrikun og 4,5% við fullt álag.
Afstöðullin er 0,82, nýtnin 87%. Og þá finnum við út sem sagt, hann er 4 póla og þannig að hann er 2 pólpara. Þess vegna deilum við með 2 hérna til þess að bara sýna fram á. Þetta er samfasta snúningshraðinn, NS. Þetta er það sem að hverfisegulsviðið snýst. Og síðan er þetta reikna át allir inn hérna. En ok, þetta er kannski ekki beðið það beinlis hér, en í A þá er reiknað snúningshraða mótorsins í tómgangi. Og þá getum við reiknað þetta út, svona að ef að skrikunin er 0,005 þá getum við margfaldað þetta svona saman og dregið þetta frá samfasta snúningshraðann. Þannig að í rauninni gæti maður sett upp formúluna svona að ennið er snúningshraðinn er sama sem NS, ég ætla að taka út hérna undirstrikið hérna, ekki hægt, svona. Það er rauninni NS, þetta er bara reiknað í tvennu lagi hérna, bara til einföldunar. Þá er það, getur sagt NS mínus svíinn S sinnum NS. Ég kemur aftur þetta. Þannig að það er líka hægt að gera þetta í einu lagi svona, ef við viljið það frekar. Að setja þetta útbúa svona formúlu. Þarna er þetta bara gert í tvennu lagi. Fyrst er fundið út hvað er skrikurinn mikill, það er 7,5 snúningar á mínútu og síðan það er dregið frá samfasta snúningshraðanum, 1500. Við getum þá bara gert það líka, settum við upp í svona einu lagi. Það var bara samfasta snúningshraðan hérna fyrst og svo drögum við þennan sviga frá sem var gert hérna áður. Og í rauninni kannski allt í lagi að hérna hafa þetta í réttri röð svo að þið ruglist síður á þessu. Þá er NS sinnum S. Og N og NS. N-ið er snúningshraði sem við mælum eða þarna í þessu tilfelli er N-ið, það er bara snúningshraðinn í tómgangi í þessu tilfelli. Í þessum lið, A. Það er alltaf að skrifa NT eða eitthvað Já, þá er þetta að setja hérna undir tómgang. Þetta er ekki N tómgang. Er það ekki? Það er briljant. Er ekki briljant að hafa þetta svona? Já. Og þá myndum við segja hérna 1500, já, mínus svíinn. Því að þetta var bara gert hérna bara í tvennu lagi. Og þá getur við sagt hérna mínus svíinn. Aðeins lofta hérna á milli. Það er hérna, það er mínus, aftur 1500. Sinnum skrikun 0,005. Hvað gerist hérna? Í lokast. Ok, þetta er eitthvað í skjalinu. Þetta er alveg. Það sem að fyrir þessu náttúrulega, 1492,5. Ok, þannig að svona myndi þá í rauninni formúlan líta út. Og svo er reiknað snúningshraði við fulla lestun
Og þá bara, sem sagt, að þetta er gefið upp í prósentum, þá bara að passa ykkur á því. Þau verða að deila með 100 til þess að fá margföldunar stöðunin réttan á hlutfallslegi skreikun. Það er það sem það þarf að passa sig á. Og þá er það sem sagt 4,5% er sem margfaldar 0,045 sinnum 1500 og þá fáum við 67,5 snúningar á mínútu svo við draugum frá 1500 snúningunum og fáum að við fullt álag þá er hraðinn 1432,5 snúningar á mínútu. Og þetta hefur verið þessum mótorum sem við höfum verið með inni við Álasvogina, til dæmis 2,2 kW mótorinn, hann fer niður í þetta. 1,5 fer alveg niður í 1400. Þannig að þeir eru þarna rétt undir 1500 sem sagt, í tóngangi. Síðan reikna afl út við fullarlestun og þá notum við nýtniformúluna á þennan hátt að aflið út er aflið inn sinnum nýtnitala. Og þetta var það sem það var í rauninni ekki búið að reikna eða að gefa aflið inn, þess vegna aflið inn reiknað út fyrst, fyrir ofan. Og svo þegar við vitum aflið út, þá getum við reiknað snúningsvægið við fullt álag. Og það er þetta P sinnum 60 deilt með sviganum til sinnum P sinnum snúningshraðinn, N, litla N. Já, þetta er 4 kW mótor. 4078 sinnum 60 deilt með til sinnum P sinnum 1430 snúningar og þá fáum við 27,2 Nm. Þetta er akkurat eins og þessir 2 4 kW mótorar sem við erum með inn í 106. Ekki mikið að því að teikna aflvektarmyndir og svoleiðis í þessum fólki? Já, ég læt ykkur teikna aflvektarmyndir og straumvektarmyndir í heimadæmunum. Þess vegna æfingin fer fram þar. Það er sjálfsagt mál að fara yfir kannski æfingadæmi 1 til dæmis. Þetta er ágætis athugasemd að í heimadæmunum að þá endilega að þetta er að gera að við teiknum á formúlublaðinu þá er afvektormyndin sýnd teiknuð eins og straumvektormynd. En það er í rauninni engin regla á því. Við getum verið með straumvektormyndina eða afvektormyndina bæði svona og eins og þessi lítur út. Það skiptir ekki öllu máli, en það er bara algengara að við teiknum hana eins og straumvektormyndina. Já, en hornið verður að vera á réttum stað. Hornið verður að vera þeim megin sem að raunaflið er, P-ið. Já. Venjulegast í þessum áfanga og í næsta áfanga þá teiknum við hana svona. Þú ert að tala um að speglinni þá svona. Nei, speglinni hinum. Ertu að meina? Nei, við viljum síður, vegna þess að við erum með, þetta er eins og hringhreyfingu sem sagt í hnitakerfinu. Þetta er nullið. Þannig að aflið, straumurinn, eða til dæmis eins og í straumvektormyndinni, það vantar inn á þessa hér, en í þessari straumvektormynd þá er sýnt að spennan er höfð sem viðmiðun, þannig að þetta er nullið. Og við byrjum í nullinu og við snúum þessu í þennan sátt hérna. Straumurinn mótornum er á eftir spennunni. Þannig að þetta er launspennan. Launstraumurinn segir. Launstraumurinn er á eftir spennunni. Þess vegna teiknum við þetta svona, ekki því að spennan er höfð sem viðmiðun. Raunstraumurinn í R hann er á sama tíma og spennan.
En þetta núlið, var þetta ekki mínus 45 gráður? Já, í rauninni, en við erum ekkert að flækja okkur í það, sko. Við erum ekki að taka mínus hérna. En ef það myndi snúa þessar hring, það myndi 45,5 verið hinn ef það er fyrir það. Ef það myndi hugsa út frá hann að grafið myndi snúa til hring, Já. þá myndi 45 gráður verið hinn með Ertu að meina 180 gráður? Nei. Eða 360 gráður? Sem sagt, við hugsaum okkur bara að hérna, við byrjum í núllinu hérna, við erum bara raunni að segja að í straumvektormyndinni þá er spenna og straumur í fasa. Það er engin... Það sem ég að segja, Já. þú segir þetta snýst hring grafið, Já, þetta er 270 gráður. Við það myndi 45,51 vera hinn með við strauminn. Þetta er rátt orð fyrir það ef þú myndir snúa hring. Þess vegna er rétt eins og það sem hann Sigurðan sagði, þetta er þetta steinmynd aflvektormyndarinnar. Þá er horfni á rétt stað. Ekki vera sammála þeir. Það er ekki gaman. Það er þú sagði rétt. Ekki við ekki komið fyrir það. Ég sem sammála þér. já. Eða einhver hefur sammála. Ertu þá sammála því að afvektormyndin, hún má líka, sko, hún má snúa á báða vegu, sko. Það er... Hún með það, á fyrir að hugsa, en þá voru að byrja með þetta svona, og svona 60 gráður. Þá bara gera ekki neitt. Þá breytir það bara öðru. Já, ok. Allavega, það er ágætt að bara fara eftir síðan sem kemur fram í formúlublaðinu, reyna bara að fylgja því og við allavega til þess að þetta er allavega þannig sett fram og það er enginn sem hefur rakið það að framsetningi á formúlublaðinu varðandi vektormyndina sé eitthvað rangur. Það er eins sem sagði, ef við erum snúið svona þá myndir tilfækjum hortið staðsendingast vera á öðru stað. Já, ok, ekkert mál. Allt í lagi. Sem sagt, þið fáið æfingu í þessu í heimadæmunum, þannig að það er að gera, að æfa sig á því að gera vektormyndirnar. Það er ekki beðið það hérna beinlínis í bókinni. Það er bara sjálfsagt ekki verið þá gert ráð fyrir að væri tími til þess. En hérna erum við með þá allavega í upptökunni lausnina á 26 líka, þó ég fari ekki sérstaklega í það. Og síðan í 27. Og þá er tíminn búinn hérna og þá erum við búin að fara yfir öll nema þessi 2 síðustu dæmi. En allavega þið sjáum þá á upptökunni, ef þið viljið fara yfir þetta aftur, þá sjáum við allavega lausnina hérna. Og svo eru þið náttúrulega með þetta skjal. Er þetta skemmt að taka mætingu eða? Já, ég ætla að taka mætingu núna og ég ætla að loka á upptökuna fyrst. Það er, sjá, hvar er það saman? Hérna, já.